náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og kúl. Páll Þorgríms stoltur styrktaraðili Þvottahússins. Garðar Örn Hinriksson, velkomin í Þvottahúsið. Takk fyrir. Þarna fyrrum knattspyrnudómari og söngvari skrifa ég hjá mér. Passar. Þú borið viðnefnið Rauði baróninn. Passar. Einmitt. Sko, áður en að ég hafði samband við þig, þá vissi ég ekki að þú hefði verið knattspyrnudómari. Nei. Og ég óskaði þess að Davíð væri hérna með mér í kvöld því að hann veit aðeins meir en ég knattspyrnu, sko. Ég held að ég hafi einu sinni séð knattspyrnuleik í fullri lengd. Manstu hvaða leikur það var? Það var eitthvað svona það var eitthvað sáleikur. Já, svoleiðis. Var heimsmeistaramót leikur. Einn af þeim sem horfðir á HM og EM að því ég snjald var að keppa þér en öðru leiti þá horfður ekkert á fótbolta. Nei, svona þjóðernisrembingur. Þeir voru nokkrir svoleiðis. En það sem ég tek eftir þegar ég fyrir að skoða þetta, ég fyrir að skoða þína sögum. Já. Þetta er greinilega búin að vera draumur þinn bara forever að vera knattspyrnudómari. Hann kom mjög snemma, já. Ég sé það nefnilega og svo er þetta svona metorða stigi. Já. Og einhvern veginn svona þú ert alltaf að bíða eftir einhverju símtali frá einhverju manni. Það var orðið þannig, já. Það var orðið þannig. Og hvernig er þessi stigi? Hvar byrjaru og hvar endaru? Hvað er toppurinn? Hann er eitthvað búið að breyta þessu í dag en þegar ég var í þessu þá byrjaru sem úlingadómari. Já. Og það er 3. flokkurinn niður sem má dæma. 3. flokkur er aldur 15, 16 ára eitthvað svoleiðis. Eftir það er héraðsdómari. Þá máttu fara að dæma í öðrum flokk og nú er ég að tala þegar ég var í þessu. Þetta er aðeins búið að breytast í dag. Síðan var þetta bara knattspyrnudómari D. Þá máttu dæma í neðstu deild. Svo var þetta landsdómari C. Þá máttu orðið dæma í 2 neðstu deildunum, efstu deild kvenna og máttu vera aðstoðdómari í hinu deildunum. Er það aðskilt, kvenna og kalla, altså hvað það var þar? Já. Okay. Og síðan er það B, þá ertu komin í næstu efstu deildina og síðan er það A. Já. Þá ertu komin í efstu deildina. Já, það er þá bara svona aðalmennirnir í hverju liði. Já. Er það ekki? Jú. Okay. Jú. Og svo er það alþjóðlegi dómarinn eftir það. Já. Ef þú ert svo heppinn og það er góður að það. Já. Og þá ertu þá að dæma í svona einhverjum landsleikjum og HM og EM og eitthvað svona. Já, sko, við Íslendingarnir erum yfirleitt bara dæmi í undakeppnunum, sko, þeir eru ekki ennþá valið okkur í að dæma. Hverju velja? Það eru einhverjir stóri kallar hjá UEFA og FIFA, sem sagt UEFA er knattspyrnusambandið Evrópu og hitt er alheims knattspyrnusambandið. Já, sko, því að það eru nokkra spurningar úr sal. Ég ætla að byrja á einni. Það er einn frá Davíð, svo kom önnur hérna frá félagi mínum úr vinnunni. Hann vildi fá að vita, hann Jóhann, sænski kokkurinn, hann vildi fá að vita. Sænski kokkurinn, já. Já, þarna er ekki rosaleg spilling í þessum knattspyrnu heim og tala ekki í þessum dómaravali öllu saman. Er þetta ekki bara eitthvað klíka? Jú, þetta er ekkit annað. Sérstaklega þegar þú ert komin erlendis. Já. Þá er þetta farið að skipta svolítið miklu máli hvað þú ert. Já. Ég var náttúrulega bara... Altså frá hvaða landi? Já, ég var náttúrulega bara sveitamaður frá Íslandi, sko. Þú ert næstu ekki séns, ekki nema að setja bara eitthvað þvílíkt sérkenni. Þú þarft að fara ákveðna leiðir, sko. Máli er það að þeir dæmaði ekki að því hvernig þú dæmir inn á vellinum, sko. Nei, hvað þá? Þeir dæmaði að því hvernig þú ert utanvallar. Þetta er svona 80% utanvallar, 20% innanvallar. Altså bara, eftir þá eins konar bara áhrifaldur, þetta að vera bara utanvallar, þá þarftu bara að sleikja alla upp sem þú getur sleikt upp. Vá. Það er bara þannig. Nefndur því eitthvað? Veistu að ég hugsaði þetta rosalega lengi. Altså að fara í þann leik? Já, ég spáði í þennan leik. Því mér langaði að fara eins langt og ég gæti mögulega að farið. Og síðan bara, nei, þetta er ekki ég. Ég geti þetta ekki eitthvað undir nokkrum kringustæðum, sko. Ég man, sko, þegar við vorum á... Þú hafðir þetta ekki í þér? Nei. Við vorum á ráðstefnu úti, ég man ekki hvort það var nýlega ráðstefna eða hvað hann var, þá vorum við þarna dómararnir frá held í öllum Evrópulöndum og síðan kemur Pierluigi Collina sem er, að því þú veist ekkit fótbolta, Pierluigi Collina er þekktasti dómari bara ever. Okay. Og hann kemur þarna svæðið
það var allir dómarnir á svæðinu á hann og kissa hann og snerta hann og ég veit ekki hvað og hvað. Hann bara stjarn. Nema helvítis Íslendingurinn. Ég sagði, nei, gleymd þessu. En þetta íslenskt mentalitet, sko. Við erum með eyju hugafar. Já. Við erum alveg jafn góðir á hann. Það bara svo leiðis. Skilur við? Við erum ekki vanir stéttaskiptingunni og sem að þrífst kannski annars staðar í eldri samfélögum. Og ef menn get ekki metið mig af eiginveruleikum, þá bara afsækjað orðbræðið, fuck you. Ok, ég skil. En þú fóst samt heldur langt. Ég meina, þú varst þú fjækst símtalið. Eitt af þessum mörgum símtalum. Já. Og þú fóst að dæma erlendis, eða ekki? Þú varst alþjóðadómari. Ég var alþjóðadómari í 4-5 ár, svoleiðis. Og var komin í eitthvað sérstakt prógram hjá Júfa, en það var bara til að sýnast, sko. Bara þetta átti að vera fyrir ykkur efnilega dómara og þetta var bara fyrir stóra löndin, en svona til að sýnast þá fundu þeir eitthvað hjá litlu löndunum líka til að vera með í þessu. Þetta eitthvað svona hálf svona politist, eitthvað svona einhver ímynd og eitthvað svona fylla eitthvað kvóta og... Ég segi, fyrir eftir hvað þú ert og svo spila svolítið líka mikið inn í sem sagt, hver í dómaranefnd. Já. Ef það hefði verið Íslendingur í dómaranefnd þá hefði ég átt meiri séns. Já. Kannski örlítið. En ég meina, hvað meinarðu, þú fékkst sénsinn? Ég fékk sénsinn, en eins og ég segi... Þú hefði þá komist þá lengra inn í... Já, ég bara Íslendingur, ég nobody í þessum heimi. Ef ég hefði verið á Ítalíu eða Englandi eða Þýskalandi, Spáni, þá voru möguleikarnir miklu meiri. Og svo þannig líka, svo beraði fyrir sig að við erum ekki vanir því að dæma fyrir 30, 40, 50, 60.000 manns. Nei, eins og það á að skipta máli. Svo virðist vera. Ef það einhver tíma sem mér var skaman. Þá var það tróðfullu völlur hérna heima, það var kannski ekki nema 2-3.000 manns. En það skipti engu máli. Það var fullu völlur. Það voru margar hæður. Þá leið mér best. Allir brjálæðir upp í stúku, allt í ganginu vellinum, þá leið mér alveg ógeðslega vel. En hvað, sko, þú hlýtur að vera með eitthvað svona sjálfspíningar kvöð, sko. Þú hlýtur að vera eitthvað sérstakur karakter til þess að þrífast í eitthvað svona. Þú ert með eitthvað bandbrjálaða, graðfóla, eitthvað stuttbuxum, hlaupandi eftir þér, öskrandi á þig. Og svo ertu með skaran líka, sko. Ég meina, þú ertu svona ögrari. Kannski pínu. Já. Ég er ekki athyglisjúkur. Margir sem halda það. Já. En ég er tónlistarmaður líka. Já. Og ég elska það að vera á sviði. Já. Mér er alveg sama hvort það er einn að hlusta á mig eða 10.000 eða hvað það er. Ég elska það að vera á sviði. Og þetta var mitt svið. Já, ég skil. Ef ég var ekki að syngja upp á sviði, þá var fótboltavöllurinn hafa mitt svið. Hvað ætli það sé? Hefur þú spáð því? Nei, þetta er eitthvað kikk. Ég veit ekki hvað þetta er, en bara sviðið er minn staður. Já, tónlist, fótbolta, hvað sem er. En ég er samt ekki athyglisjúkur. Nei. Ég veit að það trúir mér enginn þegar ég segi þetta. Kannski elskar það bara að vera svið en svo ert í afnettun, svo ertu raunverulega athyglisjúkur. Kannski, innstinni. Heyrðu, þannig að, sko, ok, þá klára ég hérna Davíð bara sem situr heima með einkennalaus í stofufangisi með greint COVID, sáum hvað það þýðir. Já. Hann spyr, og þú náttúrulega ræður hvort þú svarar eða ekki, þetta er spurning úr sal. Hver er leiðinlegasti eða mest pirrandi knattspyrnumaður sem þú þurft að takast á við í kappleik? Þetta er fyrsta spurningin. Það kemur fram í bókinu minni. Ok. Rauði baróninn. Ok, það er actually til bók. Það er til bók. Ég er búinn að skrifa bók sem kom út í haust. Rauði baróninn, umdeildasti knattspyrnudómur Íslandssögunnar heitir hún. Okay. Ég skrifaði hann alveg sjálfur, hvern einasta staf. Hún er líka komin á Storytel ef að fólk nennir ekki lesa. Ok, þá er það sagt. Með leiðilegri mönnum sem ég dæmt hjá og það kemur fram í bókina, hann heitir Baldur Sigurðsson. Spilaði með Stjörnunni og KR meðal annars. Hvenær var þetta? Þetta ég hætti að dæma 2016, þannig að ég fekk þarna ykkur 5-6 ár með honum á undan því. Var það með eitthvað svona, var þetta persónlegt? Nei, hann var bara leiðilegur, hann var alltaf vælandi. Persónlegt kemur fram í bókina líka, það er Jóhann Þórólfsson. Já, ok. Með hverju spilaði hann? Hann spilaði meðal annars með Þór Akureyri og Grindavík. Já. Það var eitthvað fannst mér persónulegt. Var þetta bara tekið utan vallar nánast? Nei, þetta var bara eitthvað innan vallar sem hann gerði. Já, þú meinar bara hvernig hann kom fram innan vallar. Hann gerði það persónulegt. Já, mér fannst það. Ok, var þér ógnað? Nei, ég var aldrei ógnað á þessum mönnum. Nei. En er engin úrræði? Þú veist, þetta er orðið svona.
Þú getur ekki beitt einhverjum úrræðum, það er Jú, bara jú. rautt spjald. Ég meina, Þú getur byrjað að reyna að tala það til, það er til gulspjöld og það er til rauðspjöld, það er alveg hægt að reka sem enn út af. Já. En stundum það bara þannig að menn ná ekki alveg að komast þangað. nei, Menn eru kannski ekki beinlínis dónalegir nei, og ef menn eru ekki dónalegir þá geta ekki refsaðum fyrir að vera leiðilegir. nei. Það er svolítið erfitt. Okay. Þeir náðu aldrei að fara yfir þetta strik Nei, að ég gæti farið að setja ykkur spjöld á það, sko. nei, en er þetta ekki líka ákveðin taktík sem þú verður að bera yfir, altså í leik, að þú auðvitað mátt, þú verður að vera, þú verður að draga mörkin og vera skýr, Já. en þú mátt ekki vera ógnandi, Ég má ekki vera ógnandi skilur það. og ég tel mig aldrei hafa verið ógnandi, en Þetta hljóta að vera mjög fín mörk. hins vegar misti ég haus tvisvarsinnum í leik þegar mér var nóbóðið og ég sagði mönnum meðal annars að hoppa upp í raskati á sér. Okay. Það má ekki sem dómari. Nei, enda þú veist, leið og ég er búin að segja þetta þá bara fjandan varst að gera garður. Ég döðsá eftir því bara á sekundum brot eftir ég er búin að segja þetta. Og er eitthvað afleiðingar? Já, menn grenja og fara með til fjölmiðla, sko. Já, það. Já, ég til að breyða yfir eigin skitu að þá tökum dómara með okkur í fellinu. Hann sagði þetta við okkur, þegar við gátum ekki neitt, við töpum 4-0. Svo sagði hann mér að hoppa upp í raskati á mér. Já. En þú veist, ég viðurkenndi það og ég viðurkenndi það í bókinni og þetta, ég fór með til fjölmiðla og sagði þeim að ég hef beðist afsökunar á þessu. Já, ok. Heyrðu, þá er næsta spurning úr sal, það er líka frá Davíð. Getum við farið að útkláða þetta fótboltadót áður við förum í alvöru málsins. Já, segðu. Sko, hefur einhver reynda nálgast þig og reynda að fá til þess að hægraða úrslitum í knattspyrnuleik sem þú har haft aðkoma að, spyr hann? Nei, aldrei. Ekki þannig? Nei. Það hefði ekki gengið upp heldur. Nei. Er þetta eitthvað sem heyrir maður aðeins út í heimi? Ég held að sé voða lítið þetta hérna heima. Maður hefur svo sem heyrt, sko, nú er ég ekkert með eitthvað útlendingahattur eða neitt, en það, maður hefur svona heyrt það í kringum svona einn og einn útlending sem hefur komið einna og spilað fótbolta. Já. Að þeir hafa verið að reyna að hægraða úrslitum með því að skora sjálfsmörk eða hvað nú er. Og eflaust Íslendingar líka, en þetta er rosalega sjaldgæft hérna heima. En á meðal dómara, nei. Ég veit ekki um einn einasta dómara. Og aldrei kom aldrei neitt til mín. Þannig að geggjað, það eru góða fréttir. Mjög. Hvernig byrjar maður sem dómari? Byrjar maður sem fótboltamaður fyrst? Eða? Það er alltaf betra að spila fótbolta fyrst. Var það þín leið inn í þetta kannski? Það var mín leið. Ég byrjaði að spila í yngri flokkum, ég var að spila á Stokkseyri og ég er að spila í yngri flokkum þangur til ég er 15-16 ára, en ég byrjaði að hlaupa sem aðstoðardómari 14 ára líklega, sko. Það var einhvern tíma vantaði aðstoðardómara og ég var fenginn og það var bara, þú veist, það var eins og bara að hitta konu og verða ástangin, sko. Já, ég veit þetta kannar hljóma furðulega eru margra, þú veist, að vera dómari. Hvað er að þér? Þetta var bara eitthvað þannig. Ég held að, þú veist, okkur er öllum ætlaði ykkur hlutverk í lífinu og mér var ætlað að vera þetta. Ég fann það. Ég fann það bara strax, sko. Það er alveg greinlegt þegar maður fyrir að lesa svona gróft yfir söguna. Já. Þetta er búið að vera eitthvað köllun hjá þér alveg frá byrjun. Það er bara þannig, sko. Já. En sem þessi meiðslina sem að þú ert að upplifa 2008-2009, er þessi meiðsl, þau eru ekki tengt þessu ástandi sem þú ert að glíma við í dag og við ætlum að koma inn á. Hvað var gangið þá? Það var beininu bólga og svo fór liðþóin. Já, ok. Já. Þetta eru náttúrulega bara, þetta eru íþróttameðsl í rauninni. Já, í rauninni, sko. Ég er svo sem ekki svo inni með beininu bólgu, en það var svo liðþóin sem að gera út þetta. Ok. En heyrðu, þá, sko, mér langar að fara inn í hérna, þetta sem við ætlum að tala um. Já. Og það er þess að ég hringdi í þig. Ég var búin að Siggi hérna hjá Gott CPD, hann var búin að benda mér á YouTube-myndbönd sem þú varst búin að vera að setja inn. Já. Sessat Parkinson sjúklingur, komin alveg í keng, ungur, og þú varst farin að taka inn CBD-dropa. Já. Og það vakti hans athygli. Já. Og þú réttir úr þér fyrir vikið. Já. Maður farið inn á það á eftir og ég fer að googla það drasl og þú kemur út úr skápnum með þetta 2016 og
og það kemur þar fram að þú er haldið einkennum leyndum í cirka 2 ár. Altså þú veist í 2 ár að þú komin á byrjunarstigi Parkinson, farin að upplega eitthvað skjálta. Já, þetta er svona 1,5 ár cirka líklega það sem að ég hef þetta bara fyrir sjálfa mig. Ok, þannig við förum alveg í byrjunna. Hvenar? Þetta er svona seinni hluta sumars, byrjun haust 2016. Já, þá kemur út úr skápnum með það? Nei, þá byrja ég að finna örfínan skjálta. Já. Það er þá sem þetta byrjar, sko. Það er þá sem það byrjar. Já, það er örfít skjálti og Já. hann vildi ekki hætta. Já. Þannig var þetta í svolítinn tíma og hann vildi ekki hætta og mig grunaði rauninni strax hvað þetta var vegna þess að það er annar fjölskyldumeðlumur með Parkinson. Já, þetta var þetta í hendina? Þetta var vinstri hendinni, það er örfít skjálti, þannig að ég fer til heimilislæknis sem vísa mig til taugalæknis. Já. Og ég segi hann bara mína sögu og frá þessum aðila sem er með Parkinson líka og hann segir eiginlega nánast við mig bara taugalæknirinn, ég sé með Parkinson en það er svo staðfest eftir einhverjar, ég veit ekki hvað það kallast, það var sem sagt staðfest í byrjun febrúar 2017 að ég er með Parkinson. Já. Ég held til leyndu til 2018. Já, svona cirka mitt sumar eitthvað svo leiðis. Nema náttúrulega bara mínu nánustu fengu að vita því og mínu vinir og menn heldur bara kjafti að því ég baði það. Ég þurfti bara að fá minn tíma til að melta þetta hreinlega. Já, það var það sem það snýrist um. Það var það sem það snýrist um, sko. Michael J. Fox, hann greinist þegar hann er 29 ára, kringu 90. Ég held að hann hafi held þessu leyndu, það voru 7 eða 9 ár sem hann held þessu leyndu. Já. En það var ekki dauðvelt fyrir mig að halda þessu leyndu vegna þess að hendin, hún var alltaf skjálfandi hjá mér, hún var alltaf að vera í vasanum, sko. Og ég man alltaf að ég var í útilegu 2017 og ég var að spyrja, er þið svona kalt? Já. Ég sagði bara já. Og 4 eða 5 mánuðum eftir að sjúkdómurinn er staðfestur þá byrja ég að haldra. En ég held að fáir hafi eitthvað verið að spá í það, sko. Byrjar þá að haldra vinstra megin? Byrja að haldra vinstra megin, já. Ég held að það var bara svona lítið, hvað að segja, halt. Já. En það virtist enginn hafa tekið eftir því að það var allavega enginn sem myndist á það með mig. Nei. En þarna ertu hvað, 45? Ekki? Ég er 45, ég fættur 71, þannig að ég er 45 þegar þetta er staðfest, já. Og ég er ennþá með þetta, það er ekki búið að finna lækningu. Nei, það er ekki búið að finna lækningu. En það eru ýmsar leiðir eða ekki sem að geta linnað. Jú, það er svo margt, sko. Það er náttúrulega þessi blessuðu lyf sem maður þarf að taka hverjum degi og svo bara svo margt annað sem maður getur hjálpaði líka á móts við lyfin. Já. Og þegar það er ekki síður mikilvægt heldur en lyfin, það eru teygjur og hreyfing. Já. Og sama hvað hreyfing það er, ég meina, ferð í ræktina eða? Ég er nú ekki byrjað, þú veist, ég er með svona mínirækt bara í bílskúrnum heima, sko. Já. En maður þarf að fara að drífa sig í sal líka. En það hjálpar? Það hjálpar, já, alveg klárlega, sko. Já. En sem með Parkinson, hvað er þetta? Hvað er Parkinson? Þetta er eitthvað sem maður ræðist á taugarnar í þér. Já. Á mismunandi stöðum? Veistu það? Ég hef rosalega lítið lesið mig til Parkinsonin vegna þess að ég hata hann svo mikið. Já. Ég hata hann út af lífinu. Hann er óþólandi. Þannig að ég hef ekki lesið... Þú ert í fíl út í hann? Rétt rúmlega. Já. Þannig að ég hef ekkert verið að demba mér einhvern lestur af hverju, eða þú veist hvernig Parkinsonin er nákvæmlega á svona. Ég veit að bara hann hefur áhrif á taugarnar í mér. Hann hefur áhrif á vinstri hliðin í mér. Og ég hata hann. Já. Finnst þér, ef þú færir að setja þér svona eitthvað inn í hann og kynnast honum og taka hann til þín í formi fróðlegs, finnst þér eins og þú værir að semja frið við hann á okkur nátt? Við komum aldrei til með að semja frið, en hann má þó eiga eitt. Já. Sko, ég náttúrulega las eitthvað aðeins til þetta þegar þetta var að byrja, sko. Ég er söngvari. Og Parkinsonin, hann í mörgum tilfellum, þá ræðist hann á röddina það líka. Já. Og mér var alltaf langað til að gera sólóplötu. Þannig að hann gaf mér eiginlega spark í raskatið á að gera þessa blessuðu plötu. Þú ert búin að því? Ég er búin að því, hún kom út fyrir ári síðan. Gekja. Þannig að það er eina jákvæða við Parkinsonin það
að hann dæmdi mér út í tónlist. Já, og svo skrifaði bók. Svo skrifaði ég bók. Ég reyndi að byrja að skrifa bókina rétt áður en ég hætti. Þá er ég byrjað að skrifa hana. Já. En ég eitti ykkur 5 árum í að skrifa hana. Tók mig góðan tíma bara. Já. All right, þannig að sko ég er með hérna spurningu sko, erum við að tala sko, er þetta stafrætt galli, altså þá erðagalli sem svo framkallar þetta sjúkdómsástand, það hlýtur að vera þetta er meðfætt, gerir það fyrir já, væntanlega sko, ég veit ekki hvort þetta gangi erðir þessi sjúkdómur sko. Nei. Hinn einstaklingurinn sem er með Parkinson í fjölskyldunni er enda pabbi minn. Já. Okay. En engin annar í fjölskyldunni sko. Nei. Hvað er pabbi minn búin að glíma þetta lengi? Hann var örugglega búin að vera með þetta í, ég veit ekki, 3, 4, 5 ár allavega áður en ég greindist sko. Ok. En ef þú segir okkur 2, já, þá myndur þú halda að ég var búin að vera með sjúkdóm miklu lengur heldur en hann sko. Ok, ber mér á því hjá þér en honum? Já. Vá, þannig að þetta er svona ódreiknarlegt. Þú veist ekkert, þú getur fengið Parkinson á morgun. Já. Verið fínn næstu 20 árin sko. Já. Já. En Parkinson náða til að stökka á menn bara alveg á fullu sko. Já. Bara full force og bara skemma menn sko. Já. En hvar ertu núna? Hvar ertu í dag? Eða ef að fara í það, hvar varstu áður en þú fórst í að taka CBD? Já. Við getum byrjað við getum áður að byrja að taka CBD sko, fyrir ekkert svo lengur síðan. Nei, ég byrjaði að taka það í lok nóvember á síðasta ári. Já. Fyrir þann tíma þá gekk ég bara eins og ég væri 190 ára. Bara með krippu og þetta er venjuleg stað. Ég var bara labbandi svona. Ég var nánast með trínið í göttunni sko. Og það bara er líka með það bara komin í eitthvað svona spassa bara. Já. Eru vöðarnir í krampa eða? Það er bara, þú veist, þetta er bakið á mér, þetta er mjaðmirnar, þetta eru lappirnar. Það er allt sem tók mig niður, sko. Þetta hlýtur að framkvæmla gríðarlega vöðarspennu og bólgur og viðbjóð. Já, og bara, þú veist, þetta er bara vont. Já. Síðan tek ég CBD-in, hann næra rétta töluvert úr mér. Hver bendi á CBD? Mágur konuna minnar. Já. Vinur minn gerði það reyndar fyrst. Já. Ég prófaði eitthvað smá tíma og ég hafði bara ekki trú á þessu og bara ég nenski. Nei, það skiptir líka máli hvaðan þú átt að fá það sko. Já, og síðan eftir, hann var náttúrulega bara frekur á mága minn, hann bara heimtaði að ég prófaði þetta. Þannig ég lét undan og prófaði þetta og síðan fór ég bara að finna það að ég var farin að finna enga verki í bakinu, svona undir venjulegum kringustæðum sko. Já, þannig að verkir hurfu, ekki nema ég færi á fullt í heimilistörfin eða hvað nú er, þá bakið farið svona hjá mér sko. Fórst það rétt eitthvað úr þér? Já, þá gæti ég farið að rétta töluvert úr mér sko. Því það losnaði spennu? Já, en CBD það tók verkin úr bakinu mér en hins vegar get ég samt dottið ennþá niður í þessa stöðu út af löppunum, út af mjöðmannum en bakið er ekki að plaga mig lengur undir venjulegum kringustæðum. Nei, og ekki nóg með það, mér fannst ég líka vera minna þreyttur, það er sum af þessu lyfjum sem ég tek sem Parkinson sjúklingur gera maður þreyttan. Já, alltaf sem aukaverkanir bara. Já, en ég fundi fyrir mun minni þreytu. Já. En svo skiptir líka máli þegar það er sem sagt loftslagið sem þú ert í. Já. Þegar ég var að byrja að geta að fara að rétta mér og fara að labba svona næstu eins og venjulega maður, þá var ég stattur í rúmlega 20 stigi hita á Tenerife í síðasta mánuði. Já. Svo kem ég heim í kuldan og þurrt loft og ég fer svona nánast tilbaka aftur sko. Ekki það er náttúrulega þurrt loft í Tenerife líka en það er bara kuldin. Það er bara kuldin. En reyndar hafði ekki áhrif á bakið á mér. Nei. Það hafði meiri áhrif á fæturnar og mjöguna og það. Já. Nei, hitastigið skiptir svolítið miklu máli. Hvað með sánur og heita potta og svona? Ég keypti mér heitan pottan, ég með heitan pott út í garði bara. Já. Ég hef ekki farið í sánu, ég nenni ekki í sánu. Nei. Alltaf heitt. Já. En það er fínt að fara bara baka í hús og fara í pottin sko. Já. Það ég finn alveg mun eða þú er búin að vera svolítið tíma í 39-40 stegi að heita potti ég finn alveg mun sko. Þú ert ekki með í þessu ástandi að fara í köldupottana eða þannig? Mér er sagt að prófa köldupottana. Já.
Ég er bara svo mikil kuldaskræfa maður. Því hver er ekki kuldaskræfa? Það er það allir. Þetta er alltaf slæm hugmynd. Ég er líklega sá vesti sko. Ég er jafn mikil kuldaskræfa og þú hefur áhuga á fótbolta. Já, ég skil, ok. En þetta blastar sko smáaðakerfið, hirðir bólgur. Já. Ég þarf bara að vera rauði baróninn og kýla á þetta og fara í þetta vatn sko. Ég held það sko, algjörlega sko. Heyrðu, tjúvillir ánægður að heyra þetta maður. Hvað, ég meina, fórstu þá bara, þú fórst að taka þetta í olíuformi, gerir það fyrir. Já. Og bara 2-3 droppar. Sko, þú byrjaði að taka þetta 1 droppa í einu á 8 tíma fresti. Já. 3 sinnum á sólarhring. Manstu hvað olía, veistu hversu sterk olía það var? 24%. Já, ok, sterk olía. En fannst þér að vera nóg? Var kannski ekki að marka þessa fyrstu daga. Nei. Þú finnur ekkit strax fyrstu dagana. Nei. Þetta er bara fyrsta daginn, 1 droppi 3 dag. Næsta dag er það 2 droppar 3 dag og eftir það er það 3 droppar 3 sinnum á dag. Ég fór aldrei nema í bara 2 sinnum 3 droppa á dag. Þannig að ég er svona að reyna að fara að byrja að fara núna að fara að taka þetta 3 sinnum á dag og sjá hvort þetta hefur kannski áhrif á eitthvað meira heldur en bara bakið og hvort ég er þreyttur eða ekki sko. Því að ég var alveg til í að fá smá stuð í lappirnar af mér stundum sko. Já. En þið finnst hefur þetta minkað í rauninni þörfðina eins og í verkjalíf og þannig? Ég hef alltaf tekið verkjalíf með þessu. Já. Gerði það fyrir CBD-ið og líka þegar ég byrja á CBD-inu. Þannig að ég er ennþá í verkjalífin. Já, einmitt. En svo CBD-ið á líka virka allt svo bólgueyðandi. Það má vel vera. Ég hef ekki lesið allar upplýsingar um CBD-ið. En ef þú Siggi á gott CBD, hann ætti vantilega að geta það er staðurinn, ég þekki það sjálfur sko. Líka með minni ég er bara eins og ég sé 20 sko. Það er bara svo leiðis. Ég er annar maður en frá því ég var áður en ég byrjaði að taka CBD fyrir 3 árum síðan. Já, það er frábært. En ég talaði við Sigga í dag og hann sagði að þið voru komin í samstarf. Já. Hann vill sem sagt fyrst út opinn og jákvæða fyrir þessu með Parkinson. Já. Greint Parkinson, fara hann að sína einkenni sjúkdómsins, hann vill fara að rannsaka áhrif CBD á sjúkdómin, er það ekki rétt? Jú. Og hann hafði samband við þig? Hann hafði samband við mig, já, og við ætlum að skoða þetta svolítið saman og gefa hann skýrslu svona mánaðarlega. Já, þar sem þú er bara að skrifa niður þær breytingar sem þú finnur. Já. Og þú gerir ráð fyrir að gera ráð fyrir magni, hvað ég er að taka inn, ég til dæmis með styrkleika, ég er með 2 tegundir núna af CBD-olíu, þannig ég veit ekki mann ekki alveg hvað henni sterka eða hvað hann heitir, en ég ætla að fara að byrja að prófa hana núna, sjá hvort að það breytir ykkur meira fyrir mig. Já, það er eflust þessi legolíu hérna sem hann er að tala um. Já, passar. Ekki rétt. Jú. Já, geggjað maður. Já, hann vill, ég talaði með hann í dag, hann vill sko, ég spurði hann sko, hver er ásetningurinn? Hvað viltu fá út úr þessu ekki? Hann er náttúrulega bara að selja olíu. Hann er með heildar sýnirinn fyrir fram að segja. Hann segir að það vantar rannsóknir á þessu sviði, allavega hvað var þar Parkinson og niðurstöðurnar verða sendar erlendis í rauninni til taugalækna sem eru að stunda rannsóknir, sagði hann. Já, það? Já, það er tilgangurinn og það er það sem hann gerir. Ok. Það er mjög jákvætt. Það er bara frábært, sko. Já. Það var gaman að fylgjast með í rauninni bara hvernig þetta hefur áhrif á þið sko, og þá líka bara magntýpur. Já. Og svo eru líka þú getur tekið þetta inn í mismunandi formi. Já. Þú getur tekið þetta í olíu, þú getur drukkið þetta í te, þú getur tekið þetta í 50 mg í stíl, beint í rassinn. Já, ok. Og það er eitthvað sem ég mæli með að þú prófir. Ertu búin að prófa það sjálfur? Jú, 2 svar. Ég og fyrst við erum nú á þessari línu. Hvað ætlar að sína mér eða? Það vantar aðstoð. Þetta er orðið svona CBD kynninga þáttur, Fúsi. Sko, þetta þetta er selt upp í búð líka. Okay. Bara þú áttið það á möguleikunum. Þetta er löglegt. Þetta lyktar eins og skungur, brennur eins og skungur og þú reykir þetta eins og skung. Já. En þetta er THC frýtt og verður ekki skakkur að þið. Það er bara svoleiðis. Þetta er sneisa fullt af CBD, þannig að þú getur tekið þetta þá inn í formi Rex í lungun. Já, ok.
það hljóma betur heldur en hinleiðin hjá þér. Já, þannig sé sko. Og ertu þá að gera þetta sjálfur þegar þú treður þér sinni eða? Alltaf þessu treyði ekki inn, þessu rúla ég í Jónu sko, eða reiki í pípu sko. Ég er að tala um stílinn sko. Já, ég gera það sjálfur sko, það er ekkert mál. Það er engin rassaskam á þessu heimili sko. Við vorum bara að snúa hún rétt sko, því ef þú snýr hún villust þá letur hún alltaf út aftur. Herðu, ok, þetta er flott. Sko, til þess að ljúka CPD-inu, bindur ykkur á voni við þetta? Sjálfsögðu, annars væri ég ekki að þessu. Nei, gott. Já. Það er alveg að reynu. Já, geggjað. Ég er spenntur að fylgjast með þessu. Já, ég er bara spenntur líka að sjá vonandi einhvern meiri árangur en er kominn sko. En hvar endar þessi sjúkdómur? Hvar endar hann? Já. Sko, hann dregur þið ekki til dauða. Nei, ok. Það eru margir sem halda það Parkinsoni dreigi fólk til dauða. Nei, það eru aðrir taugasjúkdómar kannski sem gera það. Það eru aðrir sjúkdómar sem að gera það, aðrir taugasjúkdómar. Hins vegar, ef þú veikist af einhver öðru, þá er hann ekki að hjálpa þér þessi sjúkdómur. Nei. Ef þú fær lúnabólgu til dæmis, þá er hann alls ekki að hjálpa þér. Nei. Það er ekki mann sem að lést fyrir rúmi ári síðan, hann var 60 og eitthvað, 5-6 ára og hann var búinn að vera með Parkinson í ykkur 10-15 ár, líklega lengur. Sjúkdómurinn var búinn að fara mjög illa með hann og hann fekk lúnabólgu blessaða maðurinn og þá var það bara búið. Já. Hvað með COVID og svona? Ég veit það ekki. Ég er búinn að hitta rosalega fáa núna í 2 ár. Já. Ertu búinn að passa upp á þig? Ég er búinn að passa rosalega upp á mig sko. Já. Já. Og ég er búinn að fara í 3 sprautur og ég er með grímu á allstaðar. Þó ég hef ekki komið grímu hingað sko. Nei. Þá er ég með grímu á allstaðar og það er alltaf bara að mennur skildu í til þess. Já, ég skil. Já. Þannig þú passar upp á þig? Já, sjálfsögðu. Heyrðu, þá mér langar að fara aðeins inn í sko, veist þið, núna ertu sko, þú ert á vellinum, þú ert aðalmaðurinn, þú ert komin, veist, langt í þínu fæi, þú ert ungur, toppformi, greinist, veist, þú ert faðir, gerir það fyrir, og einmaður. Já. Veist, hvaða áhrif hafði þessi greining á þig sko, sem í rauninni einmitt bara maður með skildur, maður með frama, sjálfsmatið? Sko, ég var reynda búin að ákvaða að hætta að dæma þetta ár sem ég greindist. Ok. Þannig að þetta hafði í rauninni ekki áhrif á það að ég skildi hafa hætt að dæma sem dómari. Nei. Fyrstu mánuðina þá áttaði mig ekki á þessum sjúkdóm. Þannig séð sko, þú veist, ég vissi ég væri með Parkinson sjúkdóm en hvað það var og hvað áhrif það hefði á mig, úst, ég var ekkert að, þú veist, spá í þetta fyrstu mánuðina, svo er bara eitt kvöldið bara að sitja inn í stofu, þá bara er ég bara eins og ég sé slegið niður sko, þá átta ég mig á öllum þessum alvarleika sko. Sjúkdómurinn hefur ekkert bara áhrif á mig, hann hefur áhrif á alla í fjölskyldunni. Hann hefur áhrif á makan og hann hefur áhrif á börnin. Og svo náttúrulega bara líka hann hefur náttúrulega þannig líka áhrif á mann að maður óttast að missa það nánasta frá sér. Fólkið, já. Maður hugsa með sér, þú veist, ok, ég menn sjúkdóm og ég er að verða aumingja, sko. Já, þetta er alltaf svona ákveðin rángumund, sko. Já, en þú veist, þannig hugsa maður. Ég skil. Þú veist, ég er bara að verða aumingi og einhverju ætti kona mín að vilja vera með mér þegar ég var að einhverjum aumingja, sko. Já. Og þú veist, maður hafði áhyggjur, brjálar á, þetta eru stæðstu áhyggjurnar sem ég hef haft að missa frá mér mitt nánasta, sko. Skýtt með eitthvað skjálta í hendinni og ég labba skakkur eitthvað. Þetta voru mína mestu áhyggjur, sko. Fórstu með þetta í samtölu og töluðu þetta? Já. Auðvitað tala maður þetta við konuna, sko. Og svo náttúrulega bara tímabili þá var maður bara mjög langt niðri og það hefur náttúrulega bara áhrif á allt heima hjá þér. Já, auðvitað. Þannig að svo áttaði maður á sig á því í daginn að þetta gengur ekkit svona lengur og ég með hennar sjúkdóm en ég er ekkit bara með hennar sjúkdóm. Kona mín er með hennar sjúkdóm líka, þú veist. Þannig ég tók mig bara til og Svo ertu miklu meira en sjúkdóminn. Já. Og svo líka varðandi börnin.
þú veist, ég get ekki gert það sama og allir aðri pappar sko. Nei. Ég get gert til margt en ég get ekki gert allt og þess vegna líður manni stundum eins og maður sé misheppnaður sem faðir, ég veit að ég er það ekki en mann líður þannig þannig að það hvílir allt á konunni það endar allt á konunni en sem betur fyrir á ég bara óbáslega góða, flotta, fallega og sterka konu sem er búin að taka rosalega mikið á sig eftir að ég veiktist. En hún lítur að hafa gengið í gegnum sjálf bara sorgarferli í rauninni. Já, hún sagði mér það að hún hefði orðið brjáluð sko. Út í innan helvíti sjúkdóm. En hún er rosalega bjartsýnn, hún er bjartsýn segi ég, bjartsýnni heldur en ég. Hún hefur trúað því að eitthvað finnist. Ég er svona að reyna að vera bjartsýnn. Þú veist, maður er alltaf að lesa sko, er komið lækning við þessu en mér skilst að ég kom eitthvað eftir 2 ár, eða sem sagt 2024 það er talað um það hvaða þið er nákvæmlega veit ég ekki ég hugsa sé nú kannski ekki lækning en kannski eitthvað sem að lætu þau kannski líða betur spyrnir á móti einhverjum einkennum spyrnir eitthvað á móti sko þó væri ekki nema bara það sko þá er ég sáttur sko hitt væri náttúrulega bara geggja ef að lækningi kemur fyrir þessu En á einhverjum tímapunkti þá fegstu eitthvað svona moment þar sem að þú áttaði þig á því sem að var í gangi og þú einhvern veginn stóðst upp. Já, jú. Það er bara, þú veist. Því maður lítur að falla bara í sjálfsvorkun og alls konar pælingar og... Ekkert annað, sko. Fer bara inn í herbyggi og liggur þar bara og, bara mikið og fer bara að sofa og meðan kona þarf að sjá allt á heimilinu, sko. Hún er búin að vinna kannski fullan vinnudag og ég var reyndar í vinnu þá líka. En í staðinn fyrir að hjálpa til heima, eins og maður á að gera, þá bara fóð maður bara inn í herbyggi ykkur að sjálfsvorkun og fór bara að sofa og mér líður ógeðslega illa en svo bara einn daginn þá áttum við bara að segja á því að þetta gengur ekkit upp svona, ég meina hún er ekkit að fara að halda út lengi, kona mín svona það er bara ekki til í dæminu sko og ég tími ekkit að missa þessa konu frá mér sko Einmitt. Enda kannski úr karakter að gefast bara upp fyrir einhverju eins og Parkinson. Nákvæmlega sko. Er það ekki? Nákvæmlega. Já. Heyrðu, já, sko ég fer hérna eftir í einhver svona nokkur orð frá sponsor. Já. Það er búið að minnast ágætlega gott CBD hérna. Siggi hlýtur að vera voða glaður. Ég ætla samt að koma inn og eitt á eftir með varandi þessa olíu hérna. Ok, flott. Ertu með eitthvað svona eitthvað sem vilt koma á framfæri, eitthvað loka orð Ég er náttúrulega búin að bindast á bókina. Já, geggjað. Hún heitir Rauði baróninn, umdeildasti knattspyrnudómari Íslandssögunnar. Já. Og hún er, já eins og ég sagði í bók, fólk getur nálgast bókina hjá mér en bara hjá mér, hún er hvergi til sölu. Ok. Og ef fólk nennir ekki að kaupa bókina mér þá verður það bara að gerast áskrifandi af Storytel og hlusta bókina þar. En hvar getur það haft samband við þig? Það er bæði, það getur fundið mér náttúrulega bara á Facebook, bara Garðar Örn Hinriksson, ég er svo einu á landinu sem heitir það. Eða rauðibaronin@gmail.com. Ok. En þú skrifa titilinn þannig sjálfur, af hverju að bókinni segi, af hverju umdeildasti dómarinn? Ég var alltaf í fréttum. Af hverju? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Það var eitthvað sem ég hafði sem að menn urðu að tala um. Var það þú varst alltaf að gefa rauðspjöld eða var það bara það? Það var bara, ég var bara Okkur varst að gefa svo mikið rauðspjöld? Ég var bara hörkutólinn á vellinum. Já, það er bara þannig. Já. Þú er rauði baróninn frá rauði spjöldónum? Já. Ég var bara að fá það. Ég dæmdi leikina 96 í síðustu umferði í næstnæstu deild. Það sem annað liði var í fallbaráttu og hitt búið að tryggja sér sæti upp. Já. Og sá leikur endar í 6 rauðum spjöldum. Í einum leik, er það ekki svolítið mikið? Á sama liðið. Á sama liðið? Sem var til þess að ég þurfti að flauta leikin af. Það var engin eftir á vellinum? Það var að því að það voru ekki nógu margir í öðru liðinu inn á vellinum. Þetta var í fyrsta sinn í íslenskri deildarkeppni sögu
Ég meina, leikur að flautaðar af og þetta verður ekki gerst heldur eftir það. Ég meina, Brjótast, hvað var svona? Liðið sem að falla, Já. það kennst yfir 2-0. Síðan eitthvað sem gerist hjá þeim. Þeir byrja að tínast hægt og rólega af velli. Síðan jafna hinnir 2-2 og koma svo yfir þeirra 6 mínútur eftir að leiknum. Og þá springur allt. Já. Það endar í 2 með 3 rauðu spjöldum í viðbót þá. Þá var ekkert annað að ræða en að flauta leikinn af. Já. Síðan bara örstuttu setna þá var ég að mæta í dómarateiti. Ég hittast alltaf til dómararnir eftir síðustu umferðina og ég svona labba inn á samt Eysteini Guðmundsinni, heitnum og þá öskraði yfir barinn. Nei, er þetta ekki rauði baronin? Ég var ekkert að fatta það strax og ég held að menn var að tala við Eystein gamla sko. Nei, þá voru menn að tala um mig. Og ég hef víst búin að vera rauði baronin síðan 96 en rauði baronin orð eða sem sagt nafni kemur ekkert í tísku fyrir en bara fótbolti.net fyrir í loftið og það er svona 2003-04 eitthvað svolítið sem að menn byrja hægt og rólega að fara að byrja að tala um rauða baronin og svo var það bara þannig að það var aldrei talað um Garðar Örn, það var bara talað um rauða baronin. Gekkjaður. Já. Og eins og sé umdeildasti dómari, þú veist, menn höfðu alltaf eitthvað á mig þó þeir hefðu ekkert á mig sko. Já. Og svo var ég bara þannig að þú veist, ég var dómari sem að þorði, ég tók ákvörðun og ég stóð við hana. Já. Ég var engin, ég veit ekki, það má ekki segja kettling lengur, ég veit ekki hvað orði ég að nota í staðinn. Nei. Ég var bara, þú veist, ég þorði, ég fór alla leið, ég var bara öðruvísinn hinnir. Já. Þess vegna fékk ég þetta á mig. Sko. 0 tolerance fyrir bullshiti heitir þetta. Það er bara svoleiðis. Já, ég veit. Það er bara svoleiðis. Ég var ekkit. Nei, geggjað. Hagaði þér eða bara... Geðu tarðu ykkur maður. Herðu, það var gaman að fá þérna til okkar. Já. Ég ætla, sko, ég kom að henni nokkur orð. Já. Og svo leysið þið út með gjöfum. Ok. Þannig að þú ert ekki alveg sloppin að þá. Ok. Herðu, all right. Ok, ég sakna samt Davíðs. Hann kemur aftur. Herðu, ég ætla að minnast hérna, við erum með Þótt Þorgríms sem er búin að vera hann í Ármála 29 í 1.001 ár. Þeir eru búin að vera þarna síðan að bara seinni heimsstyrjöld. Það eru Þótt Þorgríms. Þótt Þorgríms. Hvað er Þótt Þorgríms? Hvað er Þótt Þorgríms? Já. Það er hérna byggingavöruverslun í Ármálanum. Ok. Hún er búin að vera starrað síðan 1942. Það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Sko, Þótt Þorgríms, þeir eru með svona sérvörur. Þeir eru með korkinn og þeir eru með hljóðin og grunn og alls konar drasl. Ok, þá má kannski tala með þá þegar maður býr til stúdíóið heima. Það er þannig. Já. Þeir eru til dæmis með þessa plötur hérna sem að drápu stúdíóið sko. Bara killed it. Ég heyri það alveg. Já. Og svo eru þið með þetta er veggkorkur, þetta er Black Oyster og þetta er bara, þessu hendi ég upp með bara kontaktlími. Mér finnst þetta mjög flott og þetta gefur mjög gott akústík. Ok. Þetta er alls ekki dýrt og mér finnst þetta bara sjúklega fucking flott. Já. En eins og segi, þessa plötur hérna, þetta er snilt og þetta er ekkert sko galdurinn er að hafa það sko hangandi, það eru hangað hérna svona á gormum. Já. Í stað þess að hafa það alveg klestar upp því að þá fara loft hérna hljóðbylgjunar fyrir ofan líka sko, hverfa þar. Yes sirrý Bob og hann er hljóðvistarlausnir, það miðast ekkit endilega við stúdíó eða hljómleikasali. Nei. Þetta getur verið að tala um bara heima hjá þér í stofu, eldhús eða svefnherbyggi og whatsoever. Þetta fær ekki að fara inn í svefnherbyggi sko. Nei. Ég vil heyra allt óma sko. Já, það er málið. Ég sá 3 mínútur. Cirka. Sko, Daniel, hann tekur á móti okkur og gefur ykkur góð ráð með korkinn og allt það sem við kemur hljóðvist, hvað sem er fyrir heimilið, stúdíó eða hvað sem er. Daniel er 3. kynslóð og veit allt sem hægt er að vita um hljóðvist. Hann brennur fyrir þetta. Þannig að það er Þótt Þorgríms í Ármála 29 í mörg miljón ár. Herru, þá er það hérna gott CBD og ég var með eitthvað að klausu hérna sem að ég er í rauninni bara að spá í að slaufa því það voru að koma nýjar fréttir í dag og þetta var birt á hérna Hamfélaginu. Ok, ég hef eftir að lesa það. Á Facebookinu í dag og þetta er sem sagt út frá grein sem var byrtist í Forbes
.com og það sem sagt rannsókn. Ný rannsókn þýðir að CBDA og CBGA, þetta eru kannabíóiða sýrur sem eru ekki í öllum CBD-oljum, aðeins í altså frá unninni CBD-olju. Já, eins og þessi sem þú heldur á. Eins og þessi hér. Þetta er altså Legu, þetta er hérna 2000 milligramma oljan. Já, sem ég ætla að byrja að prófa á morgun. Já, það, sko, þessi kannabíóið sýra er einmitt í þessar olju. Hún er ekki í farmahemp og ekki í þessari veiku Legu-olju, hún er í þessari hér. Já. Rannsækjendur, þau komast á því að 2 þessara kannabíóið sýra sem almennt finnast í hampaafurðum kannabisefna, þetta er þess að ég var að tala um, CBG og CBDA, þau geta bundist við svo kallar spike protein SARS-CoV-2. Akkurat. Aha, vírusinn sem veldur COVID. Með því að bindast spike proteinu geta samsetningarnar komið í veg fyrir að vírusinn komist inn í frumur og valdi sýkingu. Mögulega boðið upp á ný loftgæði til þess að koma í veg fyrir og meðhöndla sjúkdóminn. Spáðið því. Þannig að, eins og ég segi, við erum komin með lækningu í COVID. Spáðið því. Og það er, þið fáið þetta upp í gott CBD, annarkot upp í búð í Urriðaholtsstræti eða inn á netverslun. Og afsláttakóðinn er þvottahúsið með litlum stöfum, hann gefur 15% afslátt. Og þessi olja sem ég var að tala um, það er þessi Legu olja hérna, sterkari oljan. Já. Mæli með því, hún er rosaleg. Og málana, ég ætla að leysa þið út með gjöfum. Garðar, Já. Megi korkurinn vera með þér. Þetta er frá Þorgríms. Já. Og megi hampurinn vera með þér. Þetta er frá hún Sigga. Þetta er frá hún Sigga. Já. Þetta er handaburður og hérna varasalvi. Takk Siggi og takk Þótt. Já. Herðu, bara það var geggjað að fá þig og við munum fylgjast með þér og þinni bataþrón. Já, þú eru kannski farin að fylgjast aðeins með fótbolta ef ég kem hingað aftur. Davíð verður hérna, hann veit eitthvað fótbolta. Já, ég sakna Davíðs líka, þó ég hef aldrei hitt hann. Herðu, takk fyrir að koma. Takk sömuleiðis. Takk. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn og kúl. Þorgríms er stoltur styrktaraðili Þvottahússins.